Já, við erum með river rafting, bæði austari og vestari Jökulsá, en það er ekki komið í gang austari að vissum ástæðum, en svo erum við með kajakferðir og við erum með þrautabraut og litbolta og loftbolta. Svo erum við með tjaldstæði og litla sundlaug og heita potta. Svo er náttúrulega hægt að bjóða upp á mat og gistingu upp að 70 manns. Ég veit ekki, jú, klettaklifur, það er svona kannski eitthvað sem ég gleymi. Svo erum við að fá vetrarhópa og þá heldur það til hér og keyrir út frá okkur, bæði fyrir Austri Mývatnssveit og Tröllaskagann og við erum að fara með það og vélsleða og jafnvel að gera snjóhús og það er að fara að skoða bara það sem er upp á að bjóða hérna í Skagafirði sem er ýmislegt. Litboltið, það er pimpul sem, eða sem sagt, þá er náttúrulega verið að skjóta með þessum litlu kúlum, sko, loftbyssum. En loftboltið, þá smeygur þið í hann og hérna keppir svo og jável hrindir næsta manni þannig að hann rúlar, það er bara lappirnar sem að standa niður úr þessum loftbolta. Já, það er náttúrulega bæði er það náttúran og svo er bara að sigla og sitja í bát og róa. Það er náttúrulega gæti sem stjórnar ferðinni og þú verður bara að hlýða. Annars, eins og þið segja oft að við berjum bara í hausinn á þér ef þú hlýðir ekki. Vestari Jökulsáin, hún er svona fyrir alla. Það er miðað við svona 12 ára og jável niður fyrir það ef það er í fylgd með foreldrum. En erfiðaráin er miðað við 18 ára. Því að það eru þó nokkrar flúðir í austari Jökulsánni sem að hvolfi bátum og það gengur á ýmsu og það er mikið meiri spenna. Og mikið lengri ferð. Það er 17 km staðinn fyrir hinn er bara 7. Það er oft stöð.